Já, fyrsta fyrirsögnin sem ég er með í dag var fengin af mbl.is. Helgi verður leystur frá störfum tímabundið. Það var reyndar Vísir sem að greindi fyrstu frá þessu, ég skal taka það fram, en þarna sem þetta verður að greina frá því að vara ríkissaksóknari Helgi Magnús Gunnarsson verði leystur frá störfum vegna ummæla sem hann viðhafði hælisleitandann Múhameð Þór Jóhannesson, eins og hann heitir í dag. Stjórn hjálparsamtakana Solaris kærði Helga vegna ummælana sem hann lét fjalla innflytjendur, flóttafólk og samtökin sömuleiðis, og nú hefur Sigríður Friðjónsdóttir lagt til við dómsmálaráðherra að Helgi verði leystur tímabundið frá störfum, sem að kom mjög flatt upp á Helga Magnús, og blaðamaður mbl.is náði ekki í Helga, en Vísir var nú með fínt viðtal við hann. Þetta er náttúrulega magnað, sko. Helgi Magnús er embættismaður, einn fárra sem að þorir að tala íslensku og segja upphátt það sem allir að hugsa. Hann talaði að þetta gengi ekki að við hleyptum bara hverjum sem er hérna inn í landið og leiðum að vaða uppi, og þessi ummæli segir hann í ljósi þeirra staðrindar að hann hafi þolað sko mörg ár af hótunum, líflátshótunum, hann og hans fjölskylda frá þessum sama manni, og fullkomlega eðlilegt að hann tjái sig með þessum hætti. Nú reynir á dómsmálaráðherra, það er að segja Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari hefur farið fram á það við dómsmálaráðherra að hún leysi Helga Magnús frá störfum, og ég á eftir að sjá það að gerast. Ætlar dómsmálaráðherra að verða við þessum kröfum bara öfgafólks hreinlega að vísa góðum og gildum embættismanni úr starfi sem að hefur viðhaft fullkomlega eðlileg ummæli í ljósi aðstæðna. Hún er sjálfstæðismanneskja, já, hún dómsmálaráðherra. Já, hún stólum mér akkurat hvað hún heitir akkurat núna, Guðrún Hafsteinsdóttir. Reynir á hana hvort að hún hlaupi núna eftir þöggunartilburðum öfgafólks út í bæ og Vinstri grænna, en með því væri Guðrún Hafsteinsdóttir að senda út hættuleg skilaboð að mínum mati og komi í veg fyrir að gagnrýna en nauðsynlega umræðu útlendingamál. Þó að Helgi Magnús segi sannleikan þetta mál, að þá þýðir það ekki neitt annað en að hann hafi verið að bara komið mikilvægt innlegg inn í þessa umræðu. Nú Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sagði þetta mál, þetta má ekki verða niðurstaðan. Hann segir einfaldlega, það má ekki vera niðurstaðan að Helgi Magnús verði hrakinn úr embætti vararíkissaksóknara af kröfu öfgamanna. Maðurinn hefur mátt þola margra ára hótanir gagnvart sjálfum sér og fjölskyldu sinni án eðlilegra viðbragða eða stuðnings frá yfirvöldum. Eftir þá miklu raun leyfði hann sér ekki annað en að benda mjög hóflega á þá hættu sem að samfélagið allt stendur frammi fyrir. Hættu sem að stjórnkerfið virðist að miklu leyti vera algjörlega sofandi gagnvart. Ég skora á Guðrúnu Hafsteinsdóttur að fallast hvorki á varanlega né tímabundna lausn Helga frá störfum. Það er hlutverk stjórnkerfisins að verja borgarana. Ef stjórnvöld bugast gagnvart valdbeitingu erum við komin í samfélagslegt þrot. Það er nú einmitt málið, sko, að það er akkurat þetta sem má ekki gerast, að annarkort, sko, stjórnvöld eða dómstólar sérstaklega til dæmis beigi sig undir einhvers konar álit háværs hóps á netinu. Bara vinstri öfgamanna, call rest is. Já, segja bara nákvæmlega það sem það er. Og setji svona góða og gilda embættismenn til hliðar af svona kröfu. Og Einar Kárason samfylkingarmaður, hann skrifaði: þvílík andskotans þvæla. Þessi maður þarf að setja árum saman undir morðhótunum í sinn garð og fjölskyldu sinnar frá dæmdum ofbeldismanni sem alltaf gekk laus þótt ljóst væri að hann væri til alls vís. Fyrir það að hann tali þetta hreint út á að víkja honum úr starfi. Er samfélagið að verða að einu fávita hæli? Spyr Einar Kárason réttilega. Búmm. Og við tökum undir það hér í Harmageddon að sko, ef að dómsmálaráðherra beygir sig undir þessa vitleysu og verður við þessari beiðni, þá er bara voðinn vís. Þá erum við að senda út mjög slæm skilaboð og tvíeflum allt þetta öfgafólk á Íslandi í kröfugerð sinni að fá sínu fram. Ég veit ekki hvar það endar.
Ekki bara það, ég held að þetta verði bara mjög slæmt fyrir sjálfstæðisflokkin. Já, Ef þeir gera þetta, akkurat. að þetta muni bara ennþá meira fylgi tapast, skilur við. Já, ég held að Guðrún Hafsteinsdóttir þurfi einmitt að huga því líka núna í þeim ólgusjó og fylgisruni sem að sjálfstæðisflokkurinn í þessar mundir. Já, Hvaða skilaboð ætlar flokkurinn að senda út til kjósenda sinna í þessu máli? algjörlega. Og það væri mjög, já, það myndi ekki hjálpa flokknum, ég nokkuð vissum, ef að hún ætlar að taka einhverja svona aumingja ákvörðun í þessu. Ég með þeir hoppa bara það margir til sem að sko, það alveg, Já, þú veist. nákvæmlega. En eins og ég segi, Helgi Magnús þessi, sko, við þurfum frekar fleiri menn eins og Helga Magnús í staðin fyrir að fækka þeim og henda þeim út. Þú veist, þetta er algjörlega þessir eiginleikar sem Helgi Magnús býr yfir að hérna bara þora að tjá sig mál sem að er öllum ljóst að hérna, þú veist, þetta er svona eins og ég segi alltaf það sem allir að hugsa en enginn þorir að segja, þú veist, það er mjög nauðsynlegt að menn eins og Helgi Magnússon séu tilbúnir til þess að tjá sig og þetta er sko, ég vona það að íslenska þjóðin bara hreinlega muni sýna það í verki að standa með Helga Magnúsi ef að þetta fer með þessum hætti sem að þetta öfgafólk vill. Helgi Magnús Gunnarsson hefur sýnt mikið hugrekki og forðfýsi og staðið með samfélaginu. Nú þarf samfélagið að standa með honum, sagði Sigmundur Davíð á öðrum stað. Það er hjartanlega sammála því. En Mótmæli á Austurvelli, ef þetta gerist. já, bara en sko málið er að hérna, ef þetta væri einhver mál sem að snerti vinstrimennina þá myndi þeir vera fljóti til þess að hlaupa niður á Austurvöll og mótmæla en Við gerum það ekki. svona venjulegt fólk er svo seinþreytt til vandræða sko og nennir yfirleitt ekki að standa í neinu svona, það er bara fólk er bara Bara með börn og vinnu og bara líf og bara græða á daginn og grilla á kvöld sko. Þannig að